Já, núna þegar við erum hægt að fagna plötun okkar að þá myndum við gera vilja sjá hvernig platan lítur út í sniði. Við veitum núna að hún liggur út í þessa plötu og ef ég þarf að breyta henni eitthvað hvernig maður andar hvernig að breyta henni og þá er eitthvað trikk til þess að velja plötuna og eina leiðin til þess að velja plötuna er besta leiðin að breyta það í sniði. Af því að í grunnmyndina get ég ekki pikkað á það, í þrívítinni hérna sjáum við hérna get ég pikkað á hana og ef ég þarf að breyta formunu eða lögunni þá þarf ég að segja netboundary en ég sé ekki sárið og ég sé ekki uppbygginguna þannig að best er það bara að gera strax þessi snið sem er að vera í henni teikningunni. Þannig annarkvæmt get ég farið hérna og sagt section eða ég fer í view og section hérna. Það á að vera eitthvað snið sem var tekið eitthvað staðar hérna og annarkvæmt teikna ég þetta svona og snýði síðan við eða ég bara gera þetta rétt strax í byrjun og byrja hérna meginn og svona þá fæ ég sniðið strax til vinstri og ef ég klikka hérna á þetta merki þá get ég skipt á milli þess að þriggja stöðu og svo var eitt snið í gegnum A-rinu sem kemur sérna og hérna og við sjáum að hún bjóð til 2 stykki mjög hérna og ef ég hægri klikka hérna og segi go to og ég klikka hérna þá sjáum við að þau eru hrá, ég þarf að byrja því að kveikja á fine og þá lítur þau betur út. Það voru þessi veggir hérna sem hún sýndi mér ekki á hana þegar hún spurði hvort það ætti að vera hvort það ætti að joina að þá get ég rauninni valið þessa 2 veggi og sagt því þau eru bara að tassast upp undir plötuna og þá ná þau bara upp undir kjarnan í plötuna eða verki í plötuna. Svo þurfum við að ganga á þessa veggi hérna og segja já, þeir eiga náttúrulega að við skulum ekki laga plötuna á mig, við sjáum hún ekki aðbúðið. En ef ég klikka á plötuna þá er þetta 100 steip, 120, hvað veit ég. Skiptir kannski öll máli en ég hafði með steipu 150 og líka 80. Við þurfum að kunna það. Það var dúbbikera hérna. Kannski ekki gott að vera núna, það finnst mér ekki. Það er alltaf að laga þetta líka. Þannig að ég segi bara 150 og ílögnin er 80 og ég er ekkert með neitt annað en það. Sandars er 300 og eitthvað en ég var alltaf að laga gildið til samans. Þess að finnst mér svona ákveðin hægt að vera með tölugildi í nafnunum af því að ég bara breyti til nafnunum það breytist náttúrulega ekki gildið og ef ég breyti gildinu þá gleymist örugglega að breyta nafnunum en þetta átti að vera 150 og ástöðulagið átti að vera 80 parkettið bara út og þá er eiginlega ástöðulagið ekki lengur substrate það er orðið að hérna finish svona. En ef það er eins og parkettið þá er það frágangurinn þá var ástöðulagið rauninni bara uppbyggingarlag fyrir það lag. Bingo og bingo og bingo. Ég get hérna bara sagt, ég ætla bara að joina saman þessum plötu og þessum plötu. Og þannig að steipa hann alveg niður undir steipu hlutan af plötunni. Nú við kíkjum hérna á snið hitt
og kveikja þessu svona og þá sjáum við að þessi eru bara hér. Við getum alltaf bara kalla þetta hérna langsnið og þessnið ég vil og eftir ákveðin tíma þá sjáum við section 1 og section 33 og hvað svo svona verður í samtíðin að við þurfum að breyta þessu einhverjum nöfnum, breyta þessu í það og svo erum við fullt af einhverju hjálpatótum, þannig að maður veit ekki hvað en þess að er oft þægilegast að rekja sig í viewin í gegnum eitthvað annað view, þannig að ef ég ætla að fara í þetta þá get ég sagt go to view hérna eða farið beint til það, en ef ég veit ekki hvað það heitir þá finnst mér náttúrulegast að bara velja þetta og þá fæ ég örugglega það view sama hvað það svo sem heitir. Og svo munum við það að það þýðir ekkert að fara að setja eitthvað inn hérna, þetta kemur sjálfkrafa inn hérna texti þegar þetta fer á blað, þetta er tilvísun á hvaða blaði viðkomandi snið er og þegar það er komið á blaða þá getur þetta þá setur kerfið réttu númer inn í þessa borða. Nú, þá er komið snið.